Gunnar Tómasson, hagfræðingur, fullyrðir að myntkörfulánin séu ólögleg og þeir sem tóku slík lán eigi rétt á skaðabótum vegna þeirra. Gunnar, sem vill að gjaldeyrishöftin verði afnumin strax á morgun, verður gestur okkar síðar í þættinum. Myntkörfulánin eru ólögleg og þeir sem tóku slík lán eiga rétt á skaðabótum vegna þeirra. Ef ekki gert ráð fyrir þessum skaðabótum í uppgjöri skilanefndana og kröfuhafa gömlu bankana, tapa þeir Íslendingar sem tóku myntkörfulán samtals 200 milljörðum króna. Þetta fullyrðir hagfræðingurinn Gunnar Tómasson sem í aldarfjórðung starfaði fyrir Alþjóða gjaldeyrissjóðinn og Gunnar vill að gjaldeyrishöftin verði afnumin strax á morgun en jafnframt að sett verði neyðarlög sem felli verð og gengistryggingar ákvæði allra lána úr gildi. Og Sigmar ræddi við Gunnar fyrir í dag. Gunnar, verður velkomin í Kastljós. Takk fyrir. Ég ætla nú að ræða við þig eitt og annað. Mér langar samt að byrja svolítið á einu vegna þess að nú er verið að semja það hvernig eigi að fara með verðmæti á milli skilanefndana og gömlu bankana. Já. Og þér finnst mjög brýnt að það sé tekið tillit til þeirra rófur sem er með myntkörfulánin í þeirri skiptingu. Allir getur útskýrt aðeins hvað þú átt við með því og af hverju þú hefur áhyggjur? Já, málið er að þau lán sem að eru kölluð gengistryggð, höfuðstóllinn er færður upp miðað við breytingu á dagsgengi erlendra gjaldmiðla og það er samkvæmt lögum númer 38/2001, 13. og 14. grein ólöglegt. Og í 17. og 18. grein sömu laga segir að lánveitandi sem að brýtur gegn þessu ákvæði skal sæta sektum nema önnur strangari viðurlög séu tilgreind og skapi sér leið skaðabótaskyldu gagnvart lántakanda sem að í þeirri upphæð sem hann hefur ranglega á honum tekið. Og ég skilgreini þessa ranglegu upphæð sem uppfærslu á höfuðstól gengistryggðra lána eða myntkörfulána í hlutfalli við breyting á dagsgengi viðkomandi gjaldmiðla. Þetta er augljóst brot á lögunum og ef að gert upp við kröfuhafa, til dæmis Kaupþing, það var fréttunum daginn að skilanefnd Kaupþings og hafði náð samkomulagi við kröfuhafa Kaupþings hvernig þetta gera upp þrotabú gamla Kaupþings. Þar eru skuldir og þar eru eignir á móti. Á eignahliðinni eru meðal annars þessi lán sem eru uppfærð miðað við breyting á dagsgengi frá þeim tíma sem að þau voru veitt. Þarna erum að ræða ólöglega uppfærslu á höfuðstóli láns sem að þessi samningur, ef ég skil það rétt, tekur inn í dæmið eins og væri að ræða löglega upphækkun. Ef að það er hins vegar, ef að dómstólar koma síðan að þeirri niðurstöðu sem að ég tel nauðsynlegt að verði gert, að hér sé að taki málið til meðferðar og ef þeir komast að þeirri niðurstöðu sem ég tel að augljóst þeir komist að hér sé ólöglega uppfærslu höfuðstóls skulda að ræða, þá hefur gamla Kaupþing skapað sér skaðabótaskyldu gagnvart lántakendum sem jafngildur uppfærslunni. Ef að ekki tekið tillit til þessara skaðabótaskyldu, þá er nettó eignastaðan, hreina eignastaðan sem að verið að deila núna með kröfuhöfum, hún er of metin jafngildi þessarar ólöglegu upphækkunar höfuðstóls á gengistryggðum lánum. Ef það er ekki tekið tillit til þessu og ef þetta stendur nú allt sem þú ert að segja, hvað gerist þá ef að það kemur í ljós að þessi lán eru ólögleg? Það búið að semja við kröfuhafana. Í hvaða stöðu eru þá íslenski skuldarar? Þeir eru í slæmri stöðu. Þeir eru það er búið að brjóta á lög og lögin þessi sem ég tilgreindi kveða á það að það þurfi að bæta þann skaða. Ef að þrotabúið eru búið að borga út allar eigur sínar í uppgjöri við kröfuhafa, þá er ekkert eftir til þess að gera upp kröfur þeirra sem eiga skaðabót inni hjá gamla Kaupþingi. Lántakendur eru eiginlega kröfuhafar. Þeir ættu að vera í hópi kröfuhafa og segja að hér eru að ræða skaðabótaskyldu ykkar. Við eigum kröfu á þrotabú gamla Kaupþings vegna þessa og það þarf að taka tillit til okkar þegar gengið frá uppgjöri við kröfuhafa á gamla Kaupþing.
Ertu bjartsýnn á að það verði tekið tillit til þessara hluta? Hefur komið þessari skoðun þinni til dæmis á framfæri við þá sem að véla til íslenska stjórnvalda og annarra? Ég hef gert það og ég alveg viss það þegar við horfumst í augu við vanda á svona þessari stærðargráðu þá alveg frumskilyrði að við förum að lögum. Það bara frumskilyrði. Ef við gerum það ekki þá erum við ekki réttaríki. Þú hefur verið að fylgjast með því hvernig endurreisnin hefur gengið fyrir sig. Það næstu því árliði frá hruninu. Erum við að feta rétta brauta þínu mati? Við erum í þessu samstarfi Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem þú þekkir nú mæta vel. Erum við að fara rétta leið? Já og nei. Það margir hluti sem hefur þurft að gera sem við höfum gert og gert rétt. Það vantar hins vegar heildarsýn finnst mér á hvernig allir hlutir eru síðan settir í samhengi og þú gerir þar ráðstafanir sem þarf að gera til þess að heildarpakkin gangi upp og það dálítið sláandi að á sama tíma og bankahrunið verður og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kemur hér upp með sendinefnd þá lýsir Alan Greenspan fyrrverandi seðlabankastjóri Bandaríkjanna því yfir í bandarískri þingnefnd 23. október 2008 að sú hugmyndafræði sem hann hefði byggt á sína hugsun peninga 40 ára skeið hefði hrunið. Gjörvallur hugmyndafræðilegi grundvöllurinn hrundi saman sumarið 2007. Þessi sami hugmyndafræðilegi grundvöllur grundvöllur þeirra sem að koma hingað í nafni Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í október 2008. Þeirra aðferðafræði byggir á hugmyndafræði sem hrunin. En þeir voru ekki tilbúnir þá að gera þær breytingar sem að þurfti á aðgerðaráætlun stjórnvalda. Ég var alltaf að vonast til að það myndi koma þá fram við endurskoðun á aðgerðaráætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og stjórnvalda, betri skilningur á því til dæmis sérstaklega gagnvart vöxtum og háum stýrivöxtum í Seðlabanka og gjaldeyrishöftum. Ef við menn muna það að í október 2008 þá var það frumskilyrði af hálfu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að Seðlabankinn hækkaði stýrivöxt úr 12% í 18%. Það í samræmi við þessa gömlu fræðikenningu sem að Greenspan lýsti að hefði hrunið. Og það þessi gamli hugmyndaheimur endurspeglast líka í þeirri hugmynd sem að ég get ekki skilið. Að það sé eitthvað nauðsynlegt í okkar aðgerðaráætlun að taka nokkura milljarða dollara lán til þess að leggja inn á banka í New York. Til hvers? Jú, aðferðafræðin segir með þessu getum við eflt traust útlendinga á íslensku krónu. Þetta gjaldeyrisforðinn okkar? Gjaldeyrisforðinn okkar og með því að hafa stóran, þó við þurfum að fá lánaða peninga til að byggja þetta, þá einhvern veginn sköpum við traust útlendinga á krónunni og þarna farið alveg rangt að mínu viti. Traust á krónunni byggist á einu og það það að íslenskum peningamálum sé stjórnaði viti. Þeim hefur ekki verið stjórnaði viti svo lengi sem ég hef fylgst með og ég 69 ára. Þú ert að gagnrýna þessa háu vexti. Við erum búin að vera með gjaldeyrishöft hér í nokkuð tíma og það er svona umdeilt hvort það sé eitthvað viti eða haldi í þeim eða ekki. Þú vilt afnema þau, útskýru hvernig hægt að gera það svona einu bretti án þess allt færi hér í kalda kol? Þarna verður að koma til þess að taka heildarmyndin inn í dæmið. Forsenda þess að ég segja að þau þurfa að afnema gjaldeyrishöftin að þau eru gaggjart sett á til þess að halda inni hér í bankakerfinu, fjármálakerfinu, 100 milljarða króna sem erlendir og aðrir aðilar eiga hér og vilja ekki að taka út úr landinu. Þeir vilja ekki eiga þessa peninga hér inni, þeir vilja taka það út. Meðan að við erum í varnarstöðu, og Íslands stjórnvöld eru í varnarstöðu gagnvart þessum peningum, að halda erlendum krónueigendum ánægðum og halda þeim lokuðum hér inni, þá verður beinist athygli okkar fyrst og fremst að því hvernig getum við komið í veg fyrir að þessir aðilar verði óhamingjusamir og gera eitthvað peningana sína, takið það út. Við höfum höftin, þá fara þeir í kringum höftin
og gjaldeyririnn skilar sér ekki inn og krónan heldur áfram að vera veik.